Húnavallaskóli í Húnavatnshreppi einn fámennasti grunnskóli landsins, en í ár eru nemendurnir 35. Þeim skipt í 2 námshópa, 1. til 5. bekk og 7. til 10. bekk. Stærðfræðikennslan í skólanum vakti sérstaklega athygli okkar, en þar eru nemendur daglega að æfa sig í tungumáli stærðfræðinnar. Við vorum að vinna í sameiginlegri læsustefnu skólana í skólana hérna í Húnavatnssýslu og svona ýmislegt sem vorum að taka í gegn hjá okkur. Þá fór ég að hugsa það hvort það var ekki hægt að gera eitthvað sambærilegt með stærðfræðina. Að við erum alltaf að vinna í að lesturinn verði sjálfvirkari og skilvirkari, getum við gert það með talnaskilning. Og dóttir mín í kennaranámi og hún benti mér á stærðfræðispjall eða number talks, heitir það á ensku. Og við fórum að skoða það og bara lögðumst í Google og leituðum á netinu og fórum að lesa okkur til og bara pröfum okkur áfram með þetta. Jóna, viltu aðeins segja mér frá stærðfræðispjalli? Hvað er það? Það er aðferð sem við notum hérna við Húnavallaskóla til að fá nemendur okkar til að tala stærðfræði og tala stærðfræði tungumáli eða tungumáli stærðfræðinnar. Og við setjum upp, ef við gefum okkur tíma svona cirka bát 15 mínútur á dag með hverjum nemendahópi og setjum upp stærðfræðidæmi eða stærðfræðiþraut sem þau þurfa að leysa munnlega. Já. Já, upp á töflu. Ég skrifa dæmið upp á töflu og þau fá ákveðin umhugsunartíma og ég síðan krefi þau svara og þegar þau eru búin að gefa mér alls konar svör kannski, að þá fæ ég þau til að útskýra leiðina sem þau fóru að finna svarið. Geturðu gefið mér eitthvað svona dæmi sem að væri auðvelt að ímynda sér einhvern veginn? Já, ég bara til dæmis get skrifað töluna 2, 4 og 6 upp á töflu og ég segi hvað tölu getið þið búið til og þá fæ ég náttúrulega svarið 246 eða 264 eða ég get líka fengið svarið 12 og þá þurfum við að útskýra af hverju þau fá þessi svör. Tilgangurinn er alltaf aðalega að fá þau til að tala stærðfræði og hugsa og á þess að nota nokkuð gögn. Krefja þau til að nota tungumál stærðfræðinnar og tjá sig líka bara yfir bekkinn og að sjá leiðir annara. Því að þú reiknar kannski alltaf dæmið á ákveðin hátt og hugsa það alltaf á ákveðin hátt. En síðan kannski næsti maður gerir það allt öðruvísi. En þú veist það ekki nema að segja þér það. Þannig ég skrifa þess að dæmið upp á töfluna og þá þurfum við að gefa mér merkingu að þau séu að hugsa. Og þá gera þau svona. Að þá eru allir að hugsa. Síðan þegar þau eru búin að finna eina lausn á dæminu, þá sýna þau með þumalfingurinn. Þá veit ég og þá get ég hort bara yfir bekkinn og séð það er allir konur með lausn. En síðan er það, svo þú hættir ekki og farir bara að flauta og fíflast. Gleymi lausninni. Gleymi lausninni kannski, að þá áttu að reyna að finna aðra lausn. Eða aðra leið að dæminu. Þetta er alveg bara hugarleikfimi. Þetta er bara hugarleikfimi og það má alveg gera svona, sko. Og það má gera svona. Wow. En maður er mjög metnaðarfullur. En maður er mjög metnaðarfullur. Og síðan þakkar maður bara fyrir og fer að fá svör frá nemendunum. Og kannski var eitthvað með rangt svar ef þetta er samlagningadæmi eða frádrátardæmi. Að þá leiði maður hann að rétta svarinu. Og þá segir maður ekki nei, það var rangt hjá þér. Næsti. Já, næsti. Heldur hvað var það sem að þú varst að hugsa? Hvað varst að hugsa þegar þú gerðir þetta svona? Og þá oft, já, nú sé ég hvað þetta var. Já. Má ég breyta? Já, gjör svo vel. Og ég er sammála Sigga, hann gerði þetta rétt. Já. Og þannig að maður fær ekki þessu upplifun að maður sé einhver tapari. Nei, einmitt. Maður fær að hafa rétt fyrir sér. Síðan þegar við erum búin að vera að útskýra þetta allt á töflunni, að þá spyr ég, eru allir sammála? Og þá gefa þau mér merki að þau séu sammála. Eru þið farin að nota þetta eitthvað svona í daglegu lífi? Já, svo gerir maður þetta, maður gerir þetta allavega í öðrum tímum líka. Ef maður til dæmis með bara eyðfyllingar í stafsetningu eða eitthvað og viðkomandi segir manni að skrifa þetta mufsilóni eða eitthvað og segir maður, allir sammála og kemur bara svona. Þá vitum við það, ef við sjáum einhvern úr Húnavarshreppi sem að gera svona, þá þau bara til í þetta. Sammála Svellisson.
námskeið hjá Peter Lilledal og hugsandi skólastofu. Það sem markmiðið að krakkarnir hugsi. Þeir séu ekki bara að leysa einhver verkefni í stærðfræði án þess að hugsa í rauninni. En þetta byggist á því að krakkarnir tali saman. Það er það sem vantar svo mikið í stærðfræði, að þau tali stærðfræði. Og hver hópur fær bara eitt skriffari. Þannig að þau verða að vera sammála og deila hugmyndum af því að það er bara eitt sem skrifar. Og þau eru yfirleitt bara ótrúlega þreytt. Já, erfitt að þurfa að hugsa. Já, þau þurfa nefnilega að vera að hugsa. Og þeim finnst þetta rosalega gaman, þau biðja þessa tíma. Já, en finnst þér þetta að dýpka skilningin? Já, mér finnst það. Það verður spennandi að sjá hvernig nemendurnir sem hafa verið í stærðfræðispjalli kannski í 5 ár og fara svo í þetta. En talið þið þá saman í stærðfræðispjalli eða? Nei, en við tölum samt mikið saman stærðfræði. Já, ok. Og notið alls konar þá. Einirki. Það er voða gott að hafa allavega félagsskap í stærðfræðinni. Ef þið spáið í stærðfræðinni sem að þið lærðuð, vildu óska þess að þið hefðu fengið stærðfræðispjall? Já. Það verður mjög gaman. Ég hefði viljað hafa þetta svona hjá mér. Og maður bara þannig sem kennar líka. Maður kannski reynir að finna eitthvað sem manni fannst vanta sjálfur hjá sér. Það var spenningur í krökkunum þegar okkur bar að garði, en Helgarfríð var rétt handan við hornið. Hvernig finnst þér í stærðfræðitímum? Bara skemmtilegt. Hvernig er stærðfræðispjallið? Bara skemmtilegt. Líka. Ertu alltaf sammála? Já. Hvernig finnst þér stærðfræðispjallið? Bara, það er bara ágætt. Finnst þér það dýpka skilningin eitthvað? Já. Heldur þú að vera stærðfræðingur? Nei, það held ég ekki. Hvernig er að vera hérna í skólanum? Bara fínt, þú veist. Það er bara líf skóli. Eru nemendurnir góðir vinir, allir? Já, þetta er svo lítið skóli, það er ekkert annað til. Hvernig finnst þér stærðfræðitímarnir? Finnst þér stærðfræði skemmtileg? Allt í lagi. Já, stundum erfið. Björk, hvernig finnst þér að vera í skólanum hérna? Mér finnst það bara fínt, Það er ég var í skóla í bænum. Það er mikil breyting, það er miklu betra að koma hingað, lítið af krökkum. Ekki jafn mikil pressa. Nei, finnst þér svona þægilegra að vera hér? Já, mikið. Já, hvernig finnst þér stærðfræðin? Finnst þér hún auðveldari eða skemmtilegri hér heldur en í bænum? Já, það er svo, mér finnst það miklu skemmtilegri hérna en í bænum því að ég fæ þar svona hjálpina sem ég þarf hérna meira einhvern veginn. Stemmingin er mjög góð og allir koma bara fullir af krafti inn í skólaárið og við vorum að hefja núna þemanámi í heilsu og hreyfingu og hollustu. Þannig að það hér er gengið á hverjum einasta degi og í svona korter 20 mínútur. Við erum búin að klífa fjallið Reykjanesbu við hliðina. Þar fóru helmingur af nemendum upp á topp. Vel gert. Og við erum líka búin að taka þátt í ólympíuhlaupi ISI. Heitir það víst núna, áður norræna skólahlaupið. Já, ok, hefum bara rétt. Það er best. Þannig að það er mikil orka og kraftur. Já, þetta er nú þannig skóli að það er ekki mörgum sem gefst kostur á að labba í skólan. Nei. Það eru eiginlega allir sem að keyra, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Þess vegna hefur það stundum vafist fyrir okkur þegar við höfum fengið bréf frá göngum í skólan, hvernig við getum tekið þátt í því. En við fundum semst lausn núna að við bara göngum eftir að við komum í skólan. Já, ef það eru einhverjir ókostir, hvað myndi það helst vera að vera með svona fáa krakka? Það finnst mér vera kannski félagaval. Það er kannski, þegar það eru mjög fáir sem eru á svipum aldri og þú. Hvað myndið þú segja að væri svona helstu kostirnir við að vera með svona fámennan skóla í höndunum? Ég myndi segja að það væri þessi námd sem maður hefur og maður getur sinnt hverjum einstakling mun betur. Við getum einstaklingsmiða námi líka mun betur þannig að allir geti verið bara á sínum hraða. Í nemendahópnum skapast líka svona eins og hálfgerð systkina tengsl. Þannig að við erum ekki að glíma við mikla hegðunarerfiðleika, heldur sér maður meira að þau eru að hjálpast að og styðja hvort annað. Já, verður meiri svona, þetta er bara eins og lítið fjölskylda hérna. Já.